Þekkt njósnafyrirtæki var ráðið til þess að afla gagna Jón Gunnarsson fyrrverandi ráðherra og aðkomu hans að hvalveiðum. Sonur hans segir á leynilegum upptökum að Jón hafi ætlað að tryggja nánum vini sínum leyfi til hvalveiða. Dýrgripir þjóðarinnar, Konungsbók og Flateyjarbók fluttu lögheimili sitt úr Árnagarði í dag. Þær bregða sér sjaldan af bæ og fóru síðast í langt ferðalag þegar þær komu aftur heim til Íslands fyrir hálfri öld. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna COP29 hófst í höfuðborg Aserbaídsjan í morgun. Annað árið í röð er olíuríki gestgjafi ráðstefnunnar. Jólaórói, nærbuxur, pizzur og nóg af snyrtivörum var meðal þess sem fólk keypti á fyrsta útsöludegi jólavertíðarinnar. Komið sæl. Fyrirtækið Black Cube sem rekið af fyrrverandi sérsveitar og leyniþjónustumönnum Mossad leyniþjónustu Ísraels kom að því að afla gagna Jón Gunnarsson fyrrverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins í tengslum við hvalveiðar hér á landi. Jón Gunnarsson birti í morgun færslu á Facebook þar sem hann lýsti því að sonur sinn, sem er fasteignasali, hefði verið blekktur af erlendum fjárfesti í þeim tilgangi að koma pólitísku höggi á sig. Fjárfestirinn hefði þóst áhugasamur að fjárfesta í fasteignum hér á landi fyrir milljarða og eftir 2 mánaða samtöl hafi mennirnir 2 hist á Edition hóteli í Reykjavík. Samtalið hafi þó hins vegar farið að snúast hvalveiðar á Íslandi og störf Jóns, sem nýverið tók við starfi aðstoðarmanns í ráðuneyti Bjarna Benediktssonar, þar sem hann hefur með þann málaflokk að gera. Hinn meinti fjárfestir tók samtalið upp, bæði í hljóði og mynd, og hefur samkvæmt heimildum fréttastofu dreift upptökunni hér á landi. Mér finnst þetta að vera mjög sóðarleg vinnubrögð. Heimildin hefur upptökurnar undir höndum og Jón bendir á í færslu sinni að 2 blaðamenn fjölmiðilsins hafi haft samband vegna þeirra fyrir helgi. Heimildin segist í yfirlýsingu enga aðkomu hafa haft að upptökunum og frábiður sér allar ásakanir meintar blekkingar. Það eru þetta til umhugsunar fyrir stjórnmálamenn nútímans og framtíðarinnar, hvað áhrif þetta getur haft á fjölskyldulíf þeirra. Heimildir fréttastofu herma að fyrirtækið Black Cube, sem er þekkt og raunar alræmt njósnafyrirtæki, rekið af fyrrverandi liðsmönnum Mossad, ísraelsku leyniþjónustunnar, hafi verið ráðið til þess að afla gagna Jón og hvalveiðar hér á landi. Ekki liggur fyrir hvaða samtök það eru sem réðu fyrirtækið til verksins. Black Cube varð heimsþekkt eftir að Harvey Weinstein réði það á sínum tíma til þess að koma í veg fyrir fjölmiðlaumfjöllun kynferðisbrot sín og til að þagga niður í fórnarlömbum. Fjölmiðlinn New Yorker fjallaði starfsemi Black Cube í grein þar sem fram kemur að fyrirtækið hafi einnig njósnað blaðamenn sem höfðu ásakanir á hendur Weinstein til rannsóknar. Fyrirtækið er sagt sérhæft í blekkingum og þekkt fyrir að setja á fót gervifyrirtæki til að villa á sér heimildir. Þá séu það einungis gríðar fjársterkir aðilar sem geti keypt þjónustu af fyrirtækinu. Er þetta eitthvað sem þú hafðir vitneskju um? Nei, ég hef ekki hugmynd um það. Þetta verður væntanlega lögreglunar að skoða. Nú í upptökum Black Cube er Jón Gunnarsson sagður hafa samþykkt beiðni Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra að taka sæti á lista Sjálfstæðisflokksins gegn því að komast í stöðu til þess að veita veiðileyfi til Hvals hf. Bjarni Benediktsson með fullt fangið af verkefnum, matvælaráðuneytið er annað samt og mikið ráðuneyti og það vill svo til að ég sennilega sá í þingflokknum sem hef hvaða mesta þekkingu og breiðasta þekkingu á einmitt málefnum ráðuneytisins. Og þess vegna var ég fenginn til að fara þar inn til að vinna mörgum fjölbreyttum málum. Heimildin fjallar innihald upptakana á vef sínum í dag. Þar segir að Gunnar Bergmann, sonur Jóns, fullyrði þetta og að það verði arfleið föður síns að tryggja Kristjáni Loftssyni veiðileyfi, meðal annars í ljósi þess hve nánir vinir þeir séu. Finnst þér eðlilegt að þú sért í aðstöðu til þess að taka einhverjar ákvarðanir hugsanlega beita þér eða taka þátt í vinnu í tengslum við þá hugsanlegt veiðileyfi? Ertu ekki vanhæfur í þessum málaflokki? Svona, ég er ekki neinni stöðu til að taka ákvörðun í þessu máli, ekki frekar en þegar ég var alþingismaður. Það eru nánir vinir. Hvað er að vera náinn vinnur og ekki náinn vinnur? Kristján er ágætur vinnur minn og ég neita því ekki neitt. En hefur átt samtal við hann að þú ætlar að tryggja honum veiðileyfi? Veistu hvað, þetta er þetta bara fáránleg spurning. Ég get ekki tryggt neinum. Hversu oft á ég að segja það við? Ég get ekki tryggt neinum einhvern rétt í því. Það er ekki mínu valdi. Hann bendir á að hann hafi verið yfirlýstur fylgjandi hvalveiða í 30 ár en aldrei komið nálægt þeim að öðru leyti. Þingmenn eignist vini eins og aðris. En hefur það okkur hugmynd að hvers vegna sonur þinn er að tala með þessum hætti? Nei, ég átta mig ekki á því, akkur hann er að gera það. Ég
hann verður að eiga það við sig. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, velkomin til okkar. Hvað finnst þér viðbrögð Jóns Gunnarssonar við þessu máli öllu? Þau náttúrulega bara skólabókardæmi viðbrögð við umfjöllun sem kemur viðkomandi illa í staðinn fyrir að svara beint fyrir það upplýsingar sem koma fram þarna í þessari umfjöllun. Þá ráðist að blaðamönnum og þó hann segist ekki hafa sagt að beinum orðum að hann kendi blaðamönnum heimildarinnar að vera á bakvið þessa tálbeitu aðgerð, þá lætur hann að því liggja og sakar þar með blaðamennina mjög alvarlegt brot. En það sem máli snýst afhjúpunin í sjálfu sér. Hún snýst ekki það hvernig upplýsingarnar voru fengnar, hver aflaði þeirra, heldur snýst það þessa afhjúpun, þessa spillingu sem nákvæmlega það sem blaðamenn eiga að vera að gera. Þeir taka á móti upplýsingum, taka á móti gögnum, skoða þau, meta trúverðugleika, setja í samhengi og fyrst og fremst meta eiga þessar upplýsingar erindi til almennings eða vega einkahagsmunir þess sem upplýsingarnar fjalla vega þær meira. Þannig að þú ert í raun að segja að þessar upplýsingar, þeir sem eru fengnar með vafasömmum hætti eða jafnvel ólöglegum, að það sé eðlilegt að fjölmiðlar taki við þeim og nýti sér og fjalla það. Já, það eru bara mörg dómafordæmi bæði hér á Íslandi og allan heim. Mannréttindadómstóllinn hefur margoft dæmt blaðamenn mjög vel þegar fjallað mál sem eru upplýst í gegnum upplýsingar sem eru fengnar með vafasömmum hætti. Blaðamenn sjálfir stela ekki gögnum, brjótast ekki inn eða fremja glæpi. Það getur vel verið að þessar upplýsingar eins og það lýst hafi verið fengnar með ólögmætum hætti en það ekki við blaðamenn að sakast. Blaðamenn þurfa ekki að bera ekki hagsmuni Jóns Gunnarssonar fyrir brjósti eða sonar hans Gunnars Bergmanns, heldur einungis almennings og þeir meta það að almenningur þarna í þessu tilfelli það greinilega mat þessara blaðamanna og ritstjóra blaðsins að þessar upplýsingar eigi erindi til almennings. En finnst til dæmis í þessu tilviki þegar fjölskylda ráðamanns á í hlut að engu máli skipta hvor það Þarna greinilega metið að almannahagsmunir vegi þyngra. Svo það bara sögunar að dæma hvort að það sé rétt en þannig verið að afhjúpa óeðlileg afskipti af mögulega einhverju máli sem að almenningur á heimtingu á að vita Sigríður Dögg Auðunsdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Og við snúum okkur að allt öðrum. Ein verðmætasta eign þjóðarinnar, handritin, voru flutt í lögreglufylgd á framtíðarheimili sitt í Eddu í dag. Hægt verður að skoða þau á nýrri sýningu sem opnar helgina. Fyrsta beina útsendingin í íslensku sjónvarpi var þegar handritin komu heim í apríl 1971 fyrir 53 árum með dönsku varðskipi að viðstöddum þúsundum. Handritin hafi verið geymd í rammgerum geymslum í kjallara í Árnagarði við nákvæmt hita og rakastig. Menningarmálaráðherra og forstöðumaður Árnastofnunar ýttu handritunum vel innpökkuðum á kerru úr geymslunum en þar leynast margir dýrgripirnir. Konstbók Snorra-Eddu og Möðruvallabók, Skarðsbók Jónsbókar, stjórnarhandrit sem þýðing á Biblíunni, það Gamla testamentið. Og svo eru Margrétarsaga í nokkrum litlum handritum, æðislega fallegum. Þannig að þetta mjög fjölbreytt handrit. Þetta ótrúlega verðmætt og gersema sem við erum að flytja út úr húsinu. Hér þessi þjóðargersemi. Handritunum var rekið ofan í nýjan kjallara. 3 handritana voru síðan sýnd fréttamönnum í dag í handritalesa Eddu. Helgisagan Margrétarsaga pínulítil heilaga Margréti, verndardýling kvenna í barsnauð og gátu ljósmaður hæglega að ferðast með hann í vasa sínum. Konungsbók Eddukvæða frægust allra íslenskra bóka og merkasta safn Eddukvæða frá 12. öld. Og svo það Flateyjarbók, stærst íslenskra skinnbóka skrifuð í lok 14. aldar Noregskonunga. Má segja hún sé líka fyrst íslenskra teiknimyndasagna því lýsingar eða teikningar í henni eru ríkulegar. Og sjáum þarna konungurinn og örugglega hirðmaðurinn sem þetta ákveðin sögu, við kalla sögustafur þegar svona mynd í stafnum
svokallið fallið hérna á Spassíunni líka. Hún var alltaf á Íslandi, þar til hún fór á 17. öld í konungsbókluðu. Þannig að þaðan kemur hún hingað heim 1971. Þetta menningin okkar og ég í raun og veru, ég bara gæti ekki verið stoltari en að fá að sjá þetta loksins komið í hús og að öll þjóðin fá að njóta þessara handrita og þau verði aðgengileg. Og nú í loftinu fyrsti kjördæmaþáttur RÚV þar sem farið yfir helstu mál fyrir alþingiskosningar með oddvitum flokkana. Leikar hófust í Suðurkjördæmi og þátturinn sendur út frá Grindavík á Rás 2, á RÚV 2 og á vefnum. Næstu 2 vikur verður rætt við forystumenn í hverju kjördæmanna 6 á mánudögum, miðvikudögum og fimmtudögum, milli 18:10 og 20. Og vegna þessa verða sjónvarpsfréttir táknmálstúlkaðar klukkan 20 á RÚV 2. COP29 loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna hófst í olíuríkinu Aserbaídsjan í dag. Í brennidepli í ár að fjármagna orkuskipti í fátækari ríkjum heims en markmið Parísarsamkomulagsins verða þó einnig í aðalhlutverki sem fyrr. Bakú, höfuðborg Aserbaídsjan, glitrandi stórborg sem byggð með olíuauði. Olíuiðnaðurinn svo nálægt ráðstefnugestum að fréttamenn sem komu til borgarinnar í morgun segja að olíufnykur liggi yfir hvarvetna. Og hérna loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna COP29 haldin. Og þess að meira forseti COP29, Mukhtar Babayev, tók við kefluna af Dr. Sultan Al-Jaber frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum, en COP28 var haldin í Dubai í fyrra. Trúverðugleikinn hefur rýrnað svo að frægasti umhverfisaðgerðasinni heims ætlar ekki að mæta. So not only is it a greenwash conference, it is also a conference that is whitewashing the crimes and the extremely dangerous things that Azerbaijan is doing. En á gagnrýnin rétt á sér. Í Dubai í fyrra náðu ríki heims saman að færa sig frá jarðefnaeldsneytum eins og það var orðað í lokasamþykkt COP28. Fjöldi ríkja, þar á meðal Ísland, vildi þó kveða fastar að orði. Í ár spá vísindamenn að meðalhiti yfir heilt ár sé meira en 1,5 gráðu hærri en meðalhiti fyrir iðnbyltingu. Það mörkin sem sett voru í Parísarsamkomulaginu fræga árið 2015 og miðað við þetta á heimsbyggðin langt í land með að efna þau loforð. And this is another SOS to the planet. Auk Parísarsamkomulagsins sem ætíðir í brennidepli stefnt að því að ná saman orkuskipti fátækari ríkja, nánar tiltekið hvernig fjármagna megi það gríðastóra verkefni. 80.000 ráðstefnugestir væntanlegir til Bakú næstu 2 vikurnar. Þar á meðal á annað 100 þjóðarleiðtogar. Engin kjörinn fulltrúi fer þó frá Íslandi, en héðan fer 44 manna sendinefnd engu að síður. Greiða þurfti atkvæði embætti forsætisráðherra Japans í fyrsta sinn í 30 ár í þinginu í dag. Stjórn frjálslynda lýðræðisflokksins verður minnihlutastjórn og því gæti reynst þrautin þyngri að koma málum í gegn. Það hefur verið róstur samt í japönskum stjórnmálum undanfarna mánuði. Fumio Kishida hætti sem forsætisráðherra og leiðtogi frjálslynda lýðræðisflokksins 1. október eftir stormasöm 3 ár vegna hneykslismála. Meðal annars skiluðu fjármunir sem aflað var til flokksins sér ekki inn í bókhaldið. Við báðum embættum tók Shigeru Ishiba og hann beið ekki boðana heldur boðaði til kosninga 27. október til að styrkja umboð sitt í embætti. Það fór þó á annan veg. Hneykslismálin voru ekki gleymd. Frjálslyndi lýðræðisflokkurinn sem hefur verið meira og minna við völd í Japan í tæp 60 ár og samstarfsflokkur hans mistu meirihluta sinn á þingi. これを真摯に厳粛に受け止め、我が自由民主党は心底から反省をし。Þrátt fyrir fylgistapið frjálslyndi lýðræðisflokkurinn ennþá stærsti flokkurinn. Tætt stjórnarandstaða var til þess að hún kom sér ekki saman forsætisráðherraefni. Því var það greiða atkvæði á þingi nýjan forsætisráðherra í fyrsta sinn í 30 ár. Það var gert í dag. Ishiba fékk 221 atkvæði. Yoshihiko Noda, leiðtogi stærsta stjórnarandstöðuflokksins 160 og 84 atkvæði dreifuðust á aðra. 今般の実に厳しい選挙の結果を受けまして、我々自由民主党は今度こそあるべき国民政党として生まれ変わらなければならないと考えております。Ný ríkisstjórn hefur þegar verið kynnt en sem minnihlutastjórn þarf hún að semja við aðra flokka að koma málum í gegn. Af 20 ráðherrum 2 konur. Þess má geta að aldrei hafa fleiri konur setið á þingi í Japan eða 73.
Þær eru núna 16% þingmanna. Theodór Freyr, það eru fjölmargar veðurviðvaranir í kortunum fyrir morgundaginn að minnsta kosti. Hvað eiginlega að vera? Já, eiginlega gildaði nú marga fram á miðvikudag, þannig að það nú ansi mikið að vera í veðrinu. Það bæði náttúrulega hvasst víða land og svo sérstaklega þá í þessum eftirlið þessa dags og í nótt og þá verður einnig mjög mikil úrkoma á vestanverðu landinu sem getur leitt af sér þá skriðuföll í Vestafalli, en við sjáum hér kort af stöðunni þá á morgun klukkan 18 og þess að viðvaranir nú fyrst og fremst norðan og austanlands og það sem vindur stendur á fjöllum, vindhviður víða yfir 30 metrar á sekúndu og jafnvel sums staðar. Og þetta er allt land? Já, þetta er á norðan og austanverðu landinu. Þannig að... Og inn á miðvikudaginn kannski líka? Já, þetta er að teygja sig inn á miðvikudaginn. Þannig að það er að gera í rauninni bara að skoða það þeir sem að ferðast og fylgjast með. Allir sem eru á ferðinni þurfa að fylgjast með. En þú fer betur nánar yfir þetta að loknum íþróttafréttum á eftir. Ég geri það. Takk fyrir þetta í bili. Samfélagsmiðlar eru vaxandi ógn við lýðræði í heiminum og snúast miklu frekar að ráðskast með upplýsingar en málfrelsi. Á sama tíma og þeir eru vettvangur skoðanaskipta eru þeir nýttir með skipulögðum hætti til að grafa undan störfum blaðamanna. Þetta segir María Ressa, blaðakona og friðarverðlaunahafi Nóbels. Hún hefur verið handtekin margsinnis, hótað og þurfti að óttast öryggi sitt vegna starfa sinna sem blaðamaður á Filippseyjum. Hún er hér á landi í tilefni heimsþings kvenleiðtoga í Hörpu og verður í viðtali í Silfrinu í kvöld. Legislators will think, oh no, this is freedom of speech, when frankly, in the end, it's about algorithms of manipulation, it's about surveillance capitalism, it's about insidious manipulation of people, the cellular level of a democracy. Og við minnum á að Silfrið á dagskrá ekki á dagskrá hefðbundin tíma í kvöld eða klukkan 22:20 vegna beinnar útsendingar frá úrslitum skrekks hæfileikakeppni grunnskólana. Og Eva Björk Benediktsdóttir fréttamaður í Borgarleikhúsinu þar sem úrslitin ráðast í kvöld. Já, Eva, hvernig spennustigið í Borgarleikhúsinu? Spennan aðeins farin að aukast hérna, Jóhanna. Ég viðurkenni að ég finni svona smá fyrir því. Það eru 8 skólar sem að keppa til úrslita hérna í kvöld. En hérna hjá mér Harpa Þorvaldsdóttir, skrekkstjóri. Harpa, já, þetta í 35. skipti sem að keppnin haldin. Bara svona, hvernig hafa atriðin þróast í þessari keppni? Þetta hefur þróast á þessum 35 árum, svo sannarlega, úr aðalega dansi, hip-hop dansi og yfir í bara ofboðslega sviðslista hátíð. Og krakkarnir, þau eru með ádeilu á það sem að gerast í samfélaginu hverju sinni og í þeirra lífi og þetta bara magnað. Þetta kvöld í kvöld, þetta svona ákveðin hápunktur, það eru hérna 8 skólar, þetta eru búið að vera 3 undanúrslita kvöld. Segjum aðeins frá þessum atriðum sem í kvöld. Þetta allt frá gervigreind og fjölmenningu og bara hvers virði það að fá að vera maður sjálfur. Og svo líka bara hópur sem bara búin að fá leið á neikvæðni og allt springur út í gleði. Takk fyrir þetta, Harpa. Þetta byrjar allt klukkan 20:05 og ég vænti þess að enginn ætla að missa því. Það ætla allir að horfa á skrekk, það ekki? Góða skemmtun. En fyrsti útsöludagur jólavertíðarinnar var í dag, svonefndur dagur einhleypra. Afsláttur í nærri hverri verslun á þessum degi, en hann einskorðast þó ekki við hjúskaparstöðu kaupenda eins og ætla mætti. Þessi dagur nú einn stærsti verslunardagur ársins heim allan og í Kringlunni virtist fólk hafa gert góð kaup. Ég var að kaupa jólagjöf fyrir pappa og svo bara krem fyrir mig. Ætlarðu að kaupa eitthvað meira? Já, 100%, kannski bara klára jólagjafirnar í dag. Ertu vön að kaupa á þessum degi? Já, nýta alla afsláttuna í nóvember og Black Friday og maður býður þessu að fínt að klára jólapakkana núna. Ertu vön að versla á þessum degi? Ekkert endilega, nei. Bara tilviljun dag. Hvað fyrstu mikinn afslátt? Já, ég veit ekki, allavega 2000 krónur afslátt af því sem ég keypti. Hvað varstu að kaupa? Jólaóróa. Og ætlarðu að kaupa eitthvað meira? Nei, ég hugsa ekki. Fullt af nærbuxum og fullt af sokkum. Hvað mikinn afslátt fékkstu? Þetta var 20% afsláttur. Já, svona 20% afsláttur. Já. Og við erum búin að kaupa fullt. Hvað keyptuð þið? Við keyptum eitthvað glös og eitthvað snirtidót. Og þetta góður afsláttur? Já, þetta bara geggjað. Hvað langar það að kaupa meira? Mér langar að mamma kaupir
meira snirtið dót fyrir mig og ekki bara jólagjafir. Ég ætla að fá mér pítsu eftir 50% afsláttur, sko. Já, það er. Ég líka reyndar. Æðislegt. Hvað varstu að kaupa? Ég var að kaupa náttföt á langkomnu barni. Hvernig finnst þér þessi dagur? Er þetta góður útsöludagur? Ég hef aldrei einhvern veginn almennilega tekið eftir honum fyrir, ekki mikið. En bara allt í einu datt mér þetta í hug og það er bara að líka voða gott að vera svolítið tímalega. Ég ætla að kaupa mér bara 2 hluti og þeir saman kostuðu 8.600 eitthvað svoleiðis. En ég fekk frekar 4 hluti á 8.000. Með hlutum sem ég ætlaði að kaupa, með 2 auka hluti. Snillt. Í Kastljósi kvöldsins verður haldið áfram að fjalla þau málefni sem helst brenna á kjósendum fyrir kosningarnar. Að þessu sinni verður rætt heilbrigðismálin, en það eru fjölmörg verkefni sem bíða nýrrar stjórnar. Auk þess verður haldið áfram að varpa upp hinni hliðinni á formönnum flokkana, en að þessu sinni er komið að Ingu Sæland, formanni Flokks fólksins. Og síðan núna þá ætlar Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson að segja okkur hvað hann ætlar að bjóða okkur upp á í íþróttum kvöldsins. 11 Íslandsmet voru slegin á Íslandsmótinu í 25 metra laug í sundi helgina. 8 Íslendingar eru jafnframt á leið á heimsmeistaramótið. Þó svo að Viktori Gísla Hallgrímssyni líki lífið vel í Póllandi þar sem hann spilar nú, ætlar hann að róa á önnur mið næsta sumar. Og Daniel Rodríguez sem var hetja íslenska körfuboltalandsliðsins í gærkvöld segist stolt að fá að spila fyrir Íslands hönd. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Já, við ætlum þá að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Þekkt. Nú hengra aðeins með fáum. En nú skulum við fara yfir helstu atriði fréttatímans. Þekkt njósnafyrirtæki var ráðið til þess að afla gagna Jón Gunnarsson fyrrverandi ráðherra og aðkoma hans að hvalveiðum. Sonur hans segir á leynilegum upptökum að Jón hafi ætlað að tryggja nánum vini sínum leyfi til hvalveiða. Dýrgripir þjóðarinnar, Konungsbók og Flateyjarbók fluttu lögheimili sitt úr Árnagarði í dag. Þær bregða sér sjaldan að bæ og fóru síðast í langt ferðalag þegar þær komu aftur heim til Íslands fyrir hálfri öld. Loftslagsráðstefna Sameinuðu þjóðanna COP29 hófst í höfuðborg Aserbaídsjan í morgun. Annað árið í röð er olíuríki gestgjafi ráðstefnunnar. Jólaórói, nærbuxur, pitsur og nóg af snyrtivörum var meðal þess sem fólk keypti á fyrsta útsöludeginum fyrir jólavertíðina. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næstu fréttatímar eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is. En við á fréttastofunni ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl.